Donni Sigurðsson. Donni, þið bauðu upp á Ásminu og Lífsættu í síðasta leik. Það slapp fyrir horn. Það slapp fyrir horn. Það miklu skemmtilegra að vinna svona. Það ekkert gaman að hafa þetta bara eitthvað dauft. Nei, þetta var óþarlega mikil spenna í lokin. Við vorum algjörlega með töglahaldir í fyrri hálfleik, mjög góður fyrri hálfleikur á mörgu leyti. Seinni hálfleikur var bara lélegur okkar hálfu og við hleyptum inn í leikinn og gáfum þeim færi en strákarnir kláruðu það eins og þeim einum í lagi. Ekki það, Framarar svo sem komu líka aðeins sparkar til leiks í seinni hálfleik heldur en voru í fyrri hálfleik en það var eins og okkar menn hafi bara glimt baráttunni inn í klefa í hálfleiknum. Eða var ræðan svona léleg hálfleiksræðar? Já, það er allan alltaf þjálfarnum þakkaði vinnum, þannig heldur að þjálfarnum að kenna þeir koma. Nei, en það er bara alveg rétt fyrir. Þeir komu sprækjar líka, þeir breytti á þessu skipulegina eins, Framarandir, komu með nýja leikmenn inn á og sá leikmaður, eða allan þeir, eða allan einn af þeim, hann breytti miklu fyrir þá og skoraði eitt og ég held að hann átt þátt í hinu. Þannig að það var bara flott hjá þeim, en samanskapið voru, algjörlega við glemdum okkur gjörsamlega í seinni hálfleik hvað við ætluðum að gera, þess að við tölum í hálfleiknum. Menn voru algjörlega staðrænir í því að vinna seinni hálfleikinn, alveg eins og við unnum fyrri hálfleikinn og það var bara ný leikur og allt svoleiðis. En það var ekki úr því, en hins vegar, það varð úr því, við unnum ekki seinni hálfleikinn en unnum leikinn. Það er það sem skiptir öllu. Þið náttúrulega komið þremstígunum ríkari heim og verið leitt í rútunni en það hjálpar okkur svo sem við getum morgun. Það er leikur á morgun á móti BI í Bolungarvík. Þeir hafa átt á brattan að sækja í allt sumar. Já, algjörlega. Þeir hafa átt á brattan að sækja en hins vegar er það þannig að þeir hafa bætt við sig, ég held ég sé að fara með rétt þegar ég sé 4 eða 5 leikmönnum og þar á, bara núna í glugganum og þar á meðal, allavega 2 mjög sterkur leikmönnum sem annar þeirra, eða báðir hafa spilað í úrvalsdeildinni hérna heima og þannig að það verður virkilega að ramma reipa draga á morgun því að þeir eru mjög öflugir og það má ekki vanmeta einn en það hefur engin efni á því. Við sáum það svo sem líka síðast þegar Grótta kom þetta sem var nú á botninu þá líka að þeir komu og fóru með þau stig sem voru í boði heim þannig að það má aldrei slaka á. Það er nákvæmlega neðu slakar á taparu, það er bara punktur, það er voðalega einfalt en við ætlum ekkert að slaka á neinu, heldur reynum við bara að spila okkar leik og hugsum bara það að gera okkar allra besta því að það skiptir engum máli hvað liðin er í töflunni, þetta er allt hrikalega öflugt lið og geta allir unni alla og alveg eins og þú segir þegar við sjáum að Grótta var nokkur hérna heima þannig að þetta skiptir engum máli hvað liðin er stödd, þetta er allt erfið leikir og við þurfum að okkar allra besta leik til þess að vinna. Sólin skín á okkur norðamenn aldrei hefur vant þessa dagana þannig að það er alveg bara vel við hafið að hvetja fólk til þess að koma og sleikja sólina hérna á Þórshöfninum á morgun og njóta lífsins. Já, það er alveg rétt hjá þér. Ég var mjög ánægður með fólki sem mætti í Úlfarsárdalinn á síðasta leik því að við fengum mjög góðan stuðning og ég var mjög ánægður og glaður að heyra Þórsarar og allt þetta þegar meðan leikunum var því að við vorum á útivelli í Reykjavík þar sem við vorum í Reykjavík á útivelli en samt fannst mér heyrast meira í okkar stuðningsmönnum og ég var mjög ánægður með það og þeim þakklátur og ég geri fastlega ráð fyrir því að það verði þannig á morgun líka að við heyrum vel í fólkinu á jákvæðum nótunum og hvetja lið áfram. Stuðningsmennir sem koma á leikinn eins og þú segir í Úlfarsárdalnum, þeir voru frábærir. Ég heyrði í alla leið norður með hjálp Sport TV en einhvað síðan þetta er kærkomið þegar svona er. Já, þetta skiptir öllu máli, sérstaklega eins og var núna í síðasta leik að þetta komi jafna leiki og við þurfum á öllu að halda til þess að bara að ná að klára þessa leiki og þá stóðu áhörðunum með okkur og studdu okkur áfram og við náðum að klára þetta því að eins og ég hef sagt þér áður hjá þér að þegar Þórsfjölskyldan stendur saman þá getum við náð langt. Donni, við treystum á morgun. Já, við treystum algjörlega á það og okkur sjálfa og saminlega getum við gert þetta mjög gott. Donni, gangi vel á morgun. Takk fyrir það.